Já, ég leita hælis hjá Guði fyrir hinum útskúfaða djöfli í nafni Guðs hins miskunnsama, hins miskunnsömu, lof sé Guði, drottni alheimsins og blessun og friður yfir spámannin okkar Múhameð og fjölskyldu hans og öllum ástæðum samkomunar. Já, með Guðs vilja munum við halda áfram með þessa 2 tíma, rétt eins og við höldum áfram með hinn tíman. Hulu sem eru á milli okkar og Guðs eru tjöld, hulu. Reyndar kennslan mjög löng, við munum aðeins ræða þetta. Þannig að hvað eru þessar hulu? Hvað eru þessar tjöld? Hvernig getur maður gert trú sína fullkomna á einfaldan hátt? Hver er tilgangur sköpunarinnar? Hvers vegna koma erfiðleikar? Ættu þeir ekki að koma og fleira í þeim dúr? Það eru reyndar líka aðrar upptökur. Auðvitað er þetta samtal. Það breytist eftir tíma og aðstæður. Kvöldsamtölin eru öðruvísi, á daginn eru þau aðeins minni. Auðvitað er það annað að halda samtölin í mosku og annað að gera það heima. Ef þau eru haldin á afskekktum stöðum, eins og í fjöllum eða skógum, þá er það allt öðruvísi. Við erum að hugsa þetta, veltum þessu fyrir okkur. Hérna nálægt er skógur, rólegur staður. Við ætlum að byrja að halda kennslu þar á næstunni. Við erum að skipuleggja það. Það var bilun í bílnum. Við lögum það, gerðum við það. Því fegni, rólegri og friðsælli sem staðurinn er, því meiri áhrif hefur samtalið. Því í ró og kyrrð getur maður snúið sér meira inn á við og það eykur áhrifin og styrkin. Allavega, við tölum aðeins þetta núna og höldum svo áfram síðar, ef Guð lofar. Þannig að styrking trúarinnar, aukning trúarinnar, hvernig mun trúin aukast? Við erum á tímum skarpra skynsemi, á landi hinna skörpu. Við göngum til synda. Hvernig ætlum við að hætta þessum syndum? Ef maður getur ekki hætt syndum strax, getur hann minnkað þær smám saman. Það eru fáir sem geta hætt öllu í einu. Til dæmis eru sumir sem hætta að reykja, hætta sígarettum, alveg skyndilega. Aðrir gera það smám saman og syndirnar eru núna eins og eitthvað sem hefur komið og fest sig. Að minnsta kosti getum við minnkað þær, en hægt minnkun, fjarlæg minnkun eða hætta skyndilega. Ef samtölin eru fleiri, þá mun það gagnast þér. Þannig að ef það eru kennslustundir sem tengjast trú, andlegar kennslustundir, tilfinningalegar kennslustundir, hjartans kennslustundir, kennslustundir ástand sálarinnar, þá skiptir engu hver þú ert, ekki missa af þessu. Maðurinn gæti jafnvel verið á Indlandi eða í útlöndum, það skiptir ekki máli hversu persóna er. Áhrif kennslunar, róin, kyrrðin og styrkurinn skipta máli. Já, við höfum talað hverjir hindranirnar eru á milli okkar og Guðs. Við skulum tala aðeins fólkið, samfélagið með Guðs hjálp. Svo munum við hætta. Það þarf líka að lesa bækurnar. Við höfum gefið listan yfir bækurnar. Guð, þú ert Guð. Þú getur skrifað niður listan yfir þessar bækur. Við erum upptekin núna. Guð, hvaða bækur sem þarf að lesa, við höfum gefið þann lista. Við erum ekki laus núna. Þú tekur á móti kveðju gestana fyrir okkar hönd, með Guðs leyfi. Ég er upptekinn við þetta. Við höfum sagt ykkur hvaða bækur við ætlum að lesa. Ef Guð myndi láta skrifa þær niður, þá væri það gott. Við erum upptekinn núna, já. Svo það er greinilega þörf á að trúin styrkist. Það er þörf á að aukast í sannfæringu. En ef trúin vex ekki, þá gengur þetta ekki. En hvernig eigum við að auka hana? Tíminn líður. Maðurinn er orðinn gamall. Aldur hans, sem var 15, er orðinn 70. Hann er að fara héðan. Kannski á hann aðeins 1 mánuð eftir af lífi sínu. Kannski eru bara 1 eða 2 dagar eftir. Kannski bara 1 eða 2 klukkustundir. Til dæmis voru þeir sem lifðu í gær. Þeir voru á jörðinni, en náðu ekki morgninum í dag. Sem sagt, skapari þeirra batt enda á líf þeirra, en þeir vissu ekki að þeir myndu fara í morgun. En þessi vanþekking gat ekki komið í veg fyrir dauðann og brottförina. Okkar staða verður líka þannig. Þannig að dauðinn kemur allt í einu, skyndilega. Já, hvað gerist þá? Almáttugur Guð er að prófa okkur. Þetta er ekki varanlegt. Þetta er ekki paradís. Vegna þess að þetta er forgengilegt. Skaparinn prófar okkur vissulega á lífsleiðinni. Og það eru þeir sem standast prófið og þeir sem falla á því.
Þeir sem standast prófið á andaslitrunum á síðustu sekúndum og mínútum lífsins gefa skapara sínum og drottni sál sína með trú. Enda er það skapari líkamanns og sálarinnar sjálfur. Í gær ræddum við aðeins hugleiðingu í kennslustundinni. Við nefndum nokkrar heimildir að maðurinn kynnist sjálfum sér sem er upphaf sköpunarinnar. Að skapa smám saman, fyrsti hluti sköpunarinnar, að varðveita sköpunina, að halda lífinu áfram, að binda endi á lífið. Fyrsta sköpun einhvers, að viðhalda sköpuninni, að ljúka henni. Allt þetta tilheyrir honum sjálfum, það tilheyrir ekki okkur. Við vorum ekki til. Það var algjört ekkert, það var ekki neitt. Hann skapaði okkur úr engu og heldur áfram að viðhalda okkur. Vissulega er þetta prófraun á ákveðnum tíma. Orð Guðs eru til. Hann hefur sendiboða, hann hefur tilkynnt þetta. Hvað er bannað og hvað er leyfilegt er ljóst. Hér er engin óvissa eða óvissleiki. Allt er ljóst. 5 bænir á dag og 7 helstu réttir fyrir Ramadan. Já, svona einfalt er það. Hitt helst sem aukabænir. Ef þú gerir það, þá hefur hann lofað að þú myndi ekki fara án trúar. Auðvitað getur Segiritanim ekki ná neinum árangri eða unnið þetta verkefni. Bregtæmi 0,5. En hún fór samt í prófið og hún náði því ekki. Það var kortið ljóst að hún myndi ekki ná því. En hún lærði samt fyrir það. Hún stóð sig vel. Það var augljóst að hún myndi ná árangri. Sem sagt, að biðja er eins og að læra fyrir próf. Ramadan er líka eins og að læra fyrir próf. Hitt er líka eins og að læra fyrir próf. Þetta hefur ekkert með tap eða annað slíkt að gera. Sá sem leggur sig fram vinnur, hinn nær því ekki. Sá sem biður og sá sem biður ekki. Sá sem fastar og sá sem fastar ekki. Getur sá sem forðast 7 stóru syndirnar og sá sem gerir það ekki verið jafnir, kæri bróðir. Þetta er eins og með lög ríkisins. Eru þeir sem hlýða og þeir sem hlýða ekki jafnir? Þó þetta sé einfalt mál. Þá þarf maður að þekkja sjálfan sig hér. Hver ert þú hér? Hver ert þú skaparinn hér? Hver skapaði þig hér? Héðan í frá getur jarðvegur ekki verið Guð. Vatn getur ekki verið Guð. Sólin getur ekki verið Guð. Þessir voru búnir til. Faðir minn var skapaður. Þetta eru milliliðir. Það er ástæða. Hann verður vestli. Allt er eitthvað sem er búið til hér. Hvað mun gerast náttúrulega hér? Þú munt hugleiða. Það segir svo í vísunni. Fellett hugleiðsla. Já, en öruggt. Þetta er að ganga of langt. Með öðrum orðum þýðir það að hugsa, íhuga, hugleiða, hugsa vandlega. Íhugarverk Guðs almáttugs óhlutdrægt. Þetta sjálfandi. Þú ert sjálfur vitnisburður þetta. Verk Guðs, list Guðs, verk Guðs og hann skapaði þig skyndilega úr vatni. Meðvitundalaus. Vittlausir, blindir, óvitrir atómar geta ekki skapað manninn. Þeir eru vanmáttugir að stjórna sjálfum sér. Þeir hafa enga vitund sjálfa sig. Það er ómögulegt fyrir þá að skapa plöntu eða ávöxt. Þau þurfa að vera sköpuð sjálf. Sólin þarf að vera sköpuð, jörðin þarf að vera sköpuð. Það sem hefur verið skapað getur ekki skapað annað. Jörðin sem hefur verið sköpuð getur ekki gert neitt annað. Við málum líka mynd við hliðina á henni. Við málum mynd á vegginn. Við málum aðra mynd við hliðina á henni. Fyrsta myndin getur ekki málað aðra mynd. Við gerðum 3. myndina. Annað, 3. getur það ekki. Einn maður getur ekki skapað annan, né heldur getur hann skapað annan. Þetta er allt búið. Það eru 10 sjónarmið hér. Það var líka gert. Annað getur ekki gert hitt. Eitt er ekki hægt að skapa úr öðru. Það er ekki mögulegt. Jörðin er líka hjálparvana. Þessi er líka hjálparvana. Skapaði hluti. Atóm eru sýnileg. Þau eru hjálparvana, fátæk og hafa enga skynsemi. Og það er ómögulegt að skynlausir, rökhugsunarlausir atóm framkvæmi skipulögð verk. Og þessi eru stjórnuð af Guði.
Stjórnin atóma og þau eru stjórnið. Og þannig maðurinn skapaður. Þannig dýrið skapað. Þetta hefur líka skapað þig. Hver ertu eiginlega hérna? Sko, við verðum að horfa hlutlaust á atburðina hér. Við verðum að horfa hlutlaust á atburðina. Ofstækisfull hegðun röng. Að taka ákvarðanir út í bláinn rangt. Eitthvað getur ekki orðið til af sjálfu sér. Maðurinn getur ekki skapað sjálfan sig, hann ekki til. Það sem ekki til alltaf ekki til. Þar sem það ekki til, getur það ekki skapað sjálft sig. Dýr eins, menn eins. Atóm sýnileg. Þeir sjá ekkert, vita ekkert. Það ómögulegt fyrir þær verur sem ekki sjá eða vita að framkvæma þetta þýðingarmikla kraftaverk.